Góða kvöldið. Góða kvöldið. Verið velkomin á United Reykjavík. Gaman að sjá ykkur. Nema hann. Mér langar að bjóða ykkur rís á fætur þið sem getu. Við ætlum að lofa Guði í kvöld. Við ætlum að beina sjónum okkar á honum sama hvaða kringumstæður í gangi í lífum okkar. Og ég var að lesa áðan í Biblíunni með Heiðu og vorum að lesa Pál og Sílas í fangelsinu. Og þeir voru kastaði í fangelsi af því að þeir tilbáðu Guð. Galið. En þeir voru hlekkjaði niður og það kom kvöld og þeir ákváðu að biðja og lofa Drottinn. Og þegar þeir byrjuðu að lofa Guð, þá kom jarðskjálfti. Jörðin hristist og allar keðjur brotnuðu, allar dyr opnuðust og þeir voru frjálsir. Af því að þegar við lofum Guð í sama hvaða kringumstæðum við erum, hvort sem það stormur í lífi okkar eða sól, ef við lofum Guð og gefum honum dýrðin og beinum sjónum okkar á honum, þá kemur gegnumbrot. Kannski ekkert alltaf það sem við óskuðum eða báðum fyrir, en ég get lofa ykkur því að Guð kemur gegnumbrot. Og Guð mætir með sína nærveru og umbreytir lífum okkar. Þannig að í kvöld ætlum við að lyfta okkar halleluja og við ætlum að gefa honum allt. Og heimurinn fyrir utan, hann bara á hold á meðan af því við erum að fara að eiga samfélag við heilagan Drottinn. Amen. Heilagi Faðir, við bara komum fram fyrir þig og við bara lyftum röddum okkar til þín, Drottinn. Heilagi Faðir, ég þakka þér, Drottinn, fyrir eins og fyrir Pál og Sílas þegar þeir lofuðu því í fangelsinu, þá mættirðu, Drottinn. Þú mættir með þína nærveru, Drottinn. Þú braust allar hlekki og allar keðjur og þú gerðir á frjálsa. Og ég bið, Drottinn minn, í kvöld að þú gerir því sama hér fyrir okkur. Að þegar við lyftum okkar halleluja, að þú mætir og þú brjótir alla hlekki sem óvinurinn hefur sett á okkur og við löpum út ný og frjáls í kvöld. Í Jesú nafni, skulum lofa Drottinn. I
gott lag. Það eru geggjulókir í kvöld, trúi ég. Velkomin á United, gott að vera hérna í kvöld, gott að sjá ykkur. Er einhverju nýir hérna? Ég sé reyndar ekki ef þið réttið upp hend. En allavega hjartalega velkomin ef þið eru komið inn í fyrsta sinn. Ég man þegar ég kom inn á svona samkomu í fyrsta sinn, heyrði fagnaðarerindið. Og ég er svo þakklát að hafa fengið að heyra fagnaðarerindið á þennan hátt sem ég fekk að heyra það. Og ég sagði bara, ef þetta er satt, já takk. Ég fór ekki fram til fyrirbæna, ég bara, já takk. Ég játaði með munninum og trúði einhvern veginn í hjartanu þótt ég vissi ekki hvað ég var að fara út í. En ég bara, já, ég vil fá að vita meira. Og ég hef fengið að vita meira og verið þess að göngu bráðum í 25 ár og ég sé ekki eftir einu augnabliki. Það komi oft erfiðir tímar, en þá hafði ég líka styrkinn hjá föðurnum. Því hann er með allt í sinni hendi. Og það er vers hérna í Biblíunni sem ég langar að lesa í Jesaja 41 ári ég fer á bið, við biðum saman. Það segir í Jesaja 41:10, óttast eigi því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Svo segir í versi 13, því ég drottin er Guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og ég segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Og það stendur á svo mörgum stöðum þetta að við eigum ekki að óttast. Og það vill oft til að þegar við eigum í erfiðleikum og þegar við erum að óttast, þá einhvern veginn förum við til hans. En hann er bara þessi lífæð sem gefur okkur gleðina, lífið, vonina, hann styrkir okkur og huggar okkur, sama hvað eins og hún var að tala hérna áðan. En hann er alltaf með okkur, hann sleppir ekki á okkur hendinni. Og það er svolítið skrítið ef maður hugsa til þess að biðja, þetta er í rauninu samtal. Og ef við bara eigum þetta samtal þegar okkur líður illa, það er svolítið skrítið vinátta eða vinskapur eða tenging. Við þurfum líka að eiga þessa tengingu þegar allt gengur vel. Af því að þetta er bara þannig, við eigum bara samband við okkar ástvini og við tengjumst þeim í gleðinni líka. Og í gleðinni þá tengjumst við, þannig að notum, eigum þetta samtali Guð alla daga, alltaf. Hvet ykkur til þess og hvet ykkur til að taka þátt í samkomunni. Nú ætlum við að biðja saman. Ég veit að við erum öll með bænarefni á hjarta okkar og það hafa verið sendin bænarefni sem Guð þekkir og sér. Þannig að bara stöndum upp, biðjum saman og trúum því og verum eftirvæntandi að það gerist eitthvað hér í kvöld. Að Guð gerir einhverja breytingu, hann gefur okkur nýtt, hann gefur umbreytingu. Þannig Guð er hann. Gerir alla hluti nýja, hann er engin hlutur megn. Faðir, ég bara þakka þér fyrir mig að vera hér saman í kvöld sem hópur. Við stöndum saman og við trúum því, drottinn minn, að þú mætir hér í kvöld með vakningu í hjörtu eins og sérhvers. Mótaðu hjört okkar, mótaðu hug okkar, við mættum líkjast þér og hafa þetta sama hugafar og þú. Takk fyrir að fáum að tilheyra ríki þínu, takk fyrir að vera uppspretta lífsins, vonar, friðar, lækningar. Þetta er allt sigrað. Hjálpaðu einum og sérhverjum að meðtaka það sem þú ert búin að gera inn í líf eins og sérhvers. Kveiktu líf, kveiktu von, kveiktu frelsi að ganga í styrkleika þínum, drottinn minn. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum sem er að bera þunga byrðar, að þú léttir af okkur allir byrðar. Þú segir, komið til mín, allir þér sem þunga byrði og erfiði hafið. Ég mun veita ykkur hvíld. Þú þráir að við hvílumst, þú þráir að við treystum þér. Ég bið þess, drottinn minn, að það komi lækning og komi lausn inn í sérhverja kringumstæði hjá einum og sérhverju sem er hér í dag og sem er að horfa. Og við blessum ástvini okkar sem eru út að þjást. Við blessum þá sem að hafa þekkt þig og eru fallnir frá, drottinn minn, á einhverjum hluta. Og við bara hrópum á þig að grípa þá inn í ríkið þitt, inn í gönguna með þér, inn í sigrandi líf. Ég bara bið fyrir einum og sérhverjum og Sigga þegar hann talar hér á eftir,
blessum orðið og áframhaldandi dásamlega lofgerð, hjálpa okkur að bara fókusa á þig og vona þig og lofa þig hér í kvöld í Jesú nafni. Amen, amen. Takk Jesús. Heyrðu, svo ætla ég að bjóða ykkur að taka þátt í samskot, það eru baukar hérna aftast og posi, það er engin skylda en það er alltaf gott að gefa fjármunum okkar, gefa tím okkar í þjónustu. Þetta er bara hluti af þessu flæði sem að Guð gefur okkur. Þannig að Guð bless ykkur. Amen. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need to remind me of how I've been set free, there's a cross that bears the fruit, where another died for me. There is another in the fire. My dead life for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I won't bow to the things of this earth. And I know there's no other name but the name that is Jesus. He who was and still lives and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, 'cause I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire.
the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Langar að koma með smá útskýringu á þessu lagi. Það er einhver sem er nýr inn í kvöld. Það er saga í Biblíunni, svipað og ég var að tala um áðan, þar sem þeir fóru í fangelsi. En það er saga í Biblíunni um þrjá menn sem voru að tilbiðja Guð. Og það mátti ekki. Þeir áttu bara að tilbiðja keisara. Þannig að þeim var hent inn í eldsofn. Og þeir áttu bara að deyja í eldsofn. En þeir voru þrír og þeim var hent inn í eldsofnin til þess að deyja. Og svo er eitthvað farið að skoða nánar, kíkja inn í ofnin. Það var bara, heyrðu, býttu, voru þeir ekki þrír? Ég bara, jú, akkurru. Býttu, ég sé 4. Bara, ha? Opnið eldsofni, við þurfum að skoða þetta betur. Og þessi 4. var líkur guðlegri veru. Sem segir okkur það að jafnvel í eldsofninu þá er Guð þar. Að þegar við erum í stormum lífsins, þegar allt er að fara eitthvað skilur sem má ekki segja, þegar allt er í ruglinu, þá er Guð þar. Og ég get vitnað það fyrir mitt eigið líf að þegar síðustu vikur hafa verið í gangi hjá mér, aldrei upplegað jafn mikinn sársauka og söknuð og bara erfiðleika, en Guð hefur aldrei verið jafn nálægur. Hann hefur aldrei verið jafn nálægur. Það er oft í baráttunni, það er oft í erfiðleikunum sem að Guð er svo nálægur. Af því hann er með okkur í eldinu og hann er með okkur í vatninu. Þegar okkur líður eins og við séum að drukkna, þá er hann þar. Þannig mig langar að við syngjum aftur There's Another in the Fire. Ert þú að upplifa því í eldinu með í vatninu og bara veist ekki hvernig þetta eftir að fara? Þá langar maður að segja þér að Guð er með þér og hann fer aldrei frá þér. En við þurfum líka að hleypa honum inn. Við þurfum að segja Guð, vertu með mér. Guð, vertu með mér. Guð, vertu nálægur og leita í hann. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. There'll be another in the fire, you're standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy
mercy see. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on high.
heilagur og háttur tala. Skulum rísa á fætur, rísa sitting. Skulum bara gefa honum allt. Takk Jesus. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús. Uns allt það böl sem bindur brotið Ég lýsi yfir von og nýju frelsi. Segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga. Þú Guðs son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús yfir þar sem óttinn lamar allt. Í kveðjan sem að byrðar ber og þunga. Segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga. Þú Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga. Þú Guðs son. Frá fjallsmynd hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsmynd hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og allar okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga. Þú Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga. Þú Guðs son. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist. Segjum
Já, Drottinn minn, ég bara lofa þig og teikna þig, Faðir minn. Þakka þér fyrir þessi yndislegu lofgjörð og fyrir einn og sérhvern sem þú vil leitt hingað í kvöld, Faðir minn. Við bara ákvöldum blóð þitt, Faðir minn, yfir staðinn. Faðir minn, meður snerta veginum og sérhverjum hér í dag. Og ég biði, Faðir minn, að hjálpa mér að hnýta allt saman, Faðir minn, og sem er búin að vera að sýna mér, Drottinn minn, orðin og vessin, Faðir minn, og að þú megi, Drottinn minn, bara leiða þessa stund. Að Faðir minn, að þú megi gefa, Faðir minn, í gegnum orðið, Faðir minn, vitnisburðin, von og hungur eftir þér, Faðir minn. Halleluja. Í Jesú nafni. Gaman að sjá okkur. Velkomin á samkomu United. Ég heiti Sigurður. Og ég ætla að reyna að hnýta núna saman það sem ég er búin að vera að skrifa hérna bara. Ég var að sitja, var alltaf að koma eitthvað meira og eitthvað nýtt og þannig að en áður en ég byrja að þá langar mig bara að byrja á því að segja að Jesús er mér allt. Ég er ekkert án hans. Sko, hann hefur verið mér svo góður, hann hefur hjálpað mér í gegnum allt sem ég hef farið í gegnum og hann hefur aldrei sleppt af mér hendinni eða yfirgefið mig. Og hann er almáttugur, óvinurinn, hann gengur sem öskrandi ljón, en hann hefur engan aðgang að mér ef að ég er í Guði, ef ég er bara sterkur í honum, gerir það sem ég á að gera, þessa litlu hluti, ef maður bara gerir þessa litlu hluti sem að við vitum að við eigum að gera, sem að við erum að læra, hægt og rólega að við eigum að vera að gera, biðja, lesa, leita hans, að þá byrjum við að sjá ávöxt í lífi okkar. Og þetta er svona aðeins öðruvísi kennsla sem ég ætla að vera með og ég ætla að leggja smá grundvöll að henni. Ég ætla að reyna að vera að tala sem sagt út frá vessi, það er vessi í Biblíunni sem segir á ensku mjög vel, without vision the people perish. Eða ef þú hefur ekki sýn eða einhver markmið eða ert ekki að fara eitthvað, heldur bara gengur í gegnum daginn einhvern veginn, að þá er hægt á því að maður bara endi á glapstigum. Og mér langar að byrja því að lesa hérna í öðrum Pétursbréfi 1. kafla. Og þar segir, leggið þess vegna alla stund á að auðsýna í trúiðar dygð. Og í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun. Þetta er eitthvað sem við þurfum öll og ég elska sjálfsögun, en hún er samt ekki alltaf auðveld og ekki alltaf þægileg. En þegar maður er búinn að temja sér sjálfsögun, þá er það lykill að bara því líkum hlutum í líf okkar að það er í raun og veru engin takmörk. Og í sjálfsöguninni þolgæði í raun og veru, þú veist, við bara byrjum að aga okkur og síðan byrjum við að styrkjast í því að verða auðveldara því að við erum að aga okkur. Og í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Því að ef þér hafið þetta til að bera og farið vaxandi í því, sjáu þið það sem að Biblían talar með það að við byrjum einhvers staðar og síðan vöxum við. Við stöndum ekki í stað, heldur höldum við áfram, við höfum einhverja sýn. Og þegar við erum að lesa í orðinu og við erum að sjá, byrjum að leita drottins, hver er köllun okkar eða hvað við höfum að vera að gera. Fyrsta skrefið, það eru kannski margir sem eru bara að taka fyrsta skrefið, það er bara að vera edrú. Það er kannski fyrsta skrefið, en það er líka bara gott skref. Og byrja síðan að taka eitt skref og annar skref. Ég hef verið mjög langt niðri og þá kannski hefur maður ekkert rosalega mikinn styrk eða mikinn sjálfsaga og mann líður bara illa og það er kannski bara eitthvað alls konar hlutir að ganga á. En með Guði að þá er hægt að komast út úr því. Og það segir hérna, farið vaxandi í því, þá munið þér ekki verða iðjulausir né ávaxtarlausir í þekkingun á drottni vorum Jesú Kristi. Og síðan aðeins þetta neður segir, kosti þess vegna því fremur kappsum bræður að gera köllun yðar og útvalningu vissa. Sem sagt, við eigum að keppast eftir einhverju. Páll segir á einum stað í Biblíunni að við eigum að keppa á íþróttavelli eins og svo sem ætlar að sigra hlaupið. Og
það segir á öðrum stað að við höfum að taka framförum. Það er alltaf verið að hvetja okkur til þess að halda áfram. Halda áfram að vaksa og halda áfram að stefna eitthvað. Og ég hef sem sagt lesið fullt af bækum. Ég elska að lesa og ég er alltaf að hvetja ykkur þegar ég er hérna, þá er alltaf að hvetja ykkur til þess að lesa. Ég tók 2 bækur með mér, ég enda tók ekki með mér upp, sem eru bara rosalega góðar inn í það að setja sér markmið. Ég les þessa bók nummer 1. Þessi bók les ég á hverjum einasta degi og kristilega bækur trúarhetjur, allt sem að gefa mér innblástur til þess að sjá, hei, hvert er ég að stefna, hvert langar mér að komast. Og þá skoða ég líf annara trúara, les Biblíuna, en ég hef líka lesið fullt af öðrum bókum sem að hafa hjálpað mér gríðarlega mikið, sem að bara eins og bækur að setja sér markmið. Bækur að bara þú veist að ná árangri í lífinu og í því sem við erum að gera, því að það er ekkert endilega slæmt og það er bara einhvað sem við þurfum líka að læra. Og ef við sjáum bara það sem ég var að fara í gegnum með það, að það er verið að tala um sjálfsagan og það er verið að tala um að vaksa í þekkingu og það er verið að tala um að vaksa í Guði. En það sem að kannski skiptir líka máli í þessu er það að þegar við erum einhvers staðar og við erum komið með einhver markmið, eitthvað sem okkur langar að gera, eitthvað sem okkur langar að stefna, að þá er þetta allt í huga okkar. Þetta er hugafar og Biblían segir að við eigum að taka háttaskipti með endurnýjung hugafarsins og það er eitt sem að mér fannst Guð leggja sterkt á mig í dag er það að það skiptir gríðarlega miklu máli með hverjum við erum. Hvaða fólk við erum að umgangast. Því að ef að þú ert bara alltaf í einhverjum hóp þar sem að, eða í kringum eitthvað fólk sem er alltaf neikvætt, alltaf að tala um vandamálin sín, alltaf að tala um eitthvað sem að í raun og veru í vantrú, bara það sé alltaf allt ómögulegt, að þá byrjar þú að smitast af því og verður jafnvel hluti af því. Og þetta er einmitt eitt af því sem að lesa í þessum bókum, sem að þú veist er að tala um hvernig maður á að ná árangri í lífinu og svo framvegis, að farðu og vertu með fólki sem er með gott hugafar. Og ef þú vilt vaksa í trúnni, vertu þá með einhverjum trúum sem eru sterkir í trúnni og er að tala í ákvætt og er að stefna eitthvað með Guði, ekki bara eitthvað stefnulaust. Og ég ætla að fara aðeins í eftir dálítið svona í persónlegt, ég ætla bara að opna aðeins hvernig ég set mér markmið og hvaða markmið ég til dæmis setti mér í byrjun ás. Nú fyrir bráðum að koma að áramótum, ofta góðu tími til að setja sér markmið. En síðan ætla ég að reyna að fara hans í blaðið því að það var alltaf að koma eitthvað tími þegar ég sat hérna áðan. Sko, ástæðan fyrir því ég er að tala um þetta í dag er það að ég reyni alltaf að vera dálítið svona næmur á það hvað andinn er að leiða hjá mér. Og oft það sem að ég er að gera að því það er drottinn sem að verkar í mér að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Maðurinn hugsa gang sinn, maðurinn hugsar veg sinn en drottinn stýrir gangjans. Þannig að það sem að ég er að gera í dag og er að díla við í dag, að þá hugsa ég, þú veist, ok, ég er á þessum stað í dag og þá er eitthvað sem að ég deili yfirleitt út frá reynslu minni, það sem ég er að gera á hverjum tíma. Og við þurfum að taka skref. Hvað gerði þegar Jesús kom, og hann var að labba hérna á jörðinni, þá kom hann og hann sagði við lærisveinana, hei, kom og fylg mér. Þeir voru kannski bara á fullu í sínu daglega anstri, vinnunni, en þeir skildu allt eftir. Og þeir voru tilbúnir að taka skrefið og fylgja Jesú. Og við þurfum að vera tilbúin að taka skref. Og við þurfum að vera tilbúin að leggja eitthvað á okkur. Og þá komum við aftur að það sem ég er að lesa á henni, sem betur við sjálfsöguna. Að ef að þú bara svona hugsar núna, þú sem situr hérna, ertu með eitthvað plan? Ertu búin að hugsa hvernig næsta ár verður? Ertu búin að hugsa hvernig næstu 2 ár verða eða næstu 5 ár? Ertu að stefna eitthvað? Hvað er aðalmarkmiðið þitt og ertu með undirmarkmið? Eitthvað sem að þú vilt sjá í þínu lífi? Þetta hefur allavega gefið mér alveg gríðarlega mikið og ég er búin að vera með í mörg ár með Excel-skjal með alveg mörgum sítum, ég er alltaf með aðalmarkmið og undirmarkmið, en alltaf er það fókuserað á Guð.
alltaf verið að fókusera að Guð aðalmarkmiðið mitt og ég að hugsa hvernig get ég verið besta útgáfan af sjálfum mér til þess að vera ljós fyrir hann, því að hann segir að við eigum að vera ljós, ekki sem falið undir borði, heldur sem að skín, og það það sem að ég keppist eftir. Og þá ætla ég svona aðeins að fara hérna í mín markmið og skrifa hérna, ég ætla að vera með smá disclaimer, að ég ekkert án hans. Ég ekkert án hans. Það segir að Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. En ég keppist eftir því að verða besta útgáfan af mér fyrir hann. Og ég þrái að vera ljós og ég þrái að vera innblástur fyrir aðra og ég þrái að gera mitt besta. En ég ekki að gera það til þess að reyna að lyfta mér upp því ég veit hvar ég hef verið. Ég veit að ég á í raun og veru hefði ekkert endilega átt að vera á lífi. Það bara fyrir hann að ég á lífi. En kannski áður en ég fyrir þetta sem sagt markmið, þá langar mér að segja að þessi litlu hlutir, að gera þessa litlu hluti, og það til dæmis ein manneskja hérna í salnum í dag sem að ég búin að biðja fyrir í mörg ár. Og það aldrei vonlaust á meðan við erum ennþá á lífi að ná árangri og komast út úr hverju sem Ég lifandi vitnisburður það og sem sagt, þessi systir, Bryndís Anna, sem situr hérna fremsta bekk, að það búið að vera yndislegt að fylgjast með henni, því að ég búin að biðja fyrir henni eins og ég segi mjög mikið og hún var ekki á góðum stað. En að því að ég veit að ég var einu sem ekki á góðum stað heldur og Guð reisti mig við úr ómögulegum vonlausum kringumstæðum, að þá veit ég það hann getur gert það fyrir hvert sem tilbúinn. Og hennar lífi vitnisburður það að byrja að taka eitt skref og fara bara eitt skref í einu og ef þú byrjar að gera þessi litlu skref aftur og aftur og aftur að þá bara allt í einu herðu núna næstu árið setna bara hei, mér líður ógeðslega vel. Ég bara búin að vera edrú í næstu ár og það gengur allt ótrúlega vel og ég bara sjá fullt af ávöxtum koma í lífi mínu og það bara fullt af mögnuðum hlutum að gerast af því að ég var að taka litlu skrefin. Og ég búin að gera þetta, reyna að gera þetta, að taka litlu skrefin, en ég kannski með, þú sér þetta bara allir með mismunandi markmið. Til dæmis mitt markmið núna, ég alveg svona, bara vera heiðarlegur, ég svona veltaði fyrir mér, hvernig get ég verið besta ljósið eða vitnisburðin fyrir Jesú þarna úti í dag. Fyrir mörgum árum síðan þá var ég að í þjónustu og þú veist, það var allt öðruvísi. Heimurinn búinn að breytast rosalega mikið á þessum stutta tíma. Og hérna, ef við förum ennþá lengra tilbaka í kringum, þú veist, 1950 eða eitthvað skilurðu, að þá stóðu menn á kössum einhvers staðar út á horni, þú veist, og voru að boða fagnaðarerindi og lesa úr Biblíuna því að var engin tæki eða sími, en nú eru bara allir í símanum. Og þá hugsa maður, hvernig get ég verið ljós fyrir Jesú í gegnum síman? Og mér langar að gera það ótrúlega vel. Ég vil gera það eins vel og ég get og ég ennþá svona að leita Guðs með það, hvernig get ég verið innblástur, laðað fólk að því sem ég að gera og verið síðan ljós inn í þeirra líf það ógeðslega töff og cool að trúa á Jesú. Hann bara það besta. Og þú veist, þú getur haft yndislegt líf og gert góða hluti, en þú veist, það bara 100 sinnum betra út með hann með þér. Þannig að þetta svona það sem ég dálítið að glíma við. En ég ætla að fara hérna í aðalmarkmiðið mitt sem að ég skrifaði þetta í upphafi árs og ég skrifaði grein og ég skrifaði niður þessi markmið á síðuna mína ljós í myrkri. Og ég var að fara yfir það áðan, það eru 3 greinar sem eru akkurat tengdar þessu sem ég að tala um í dag. Og ég meiri sér með link á Excel-skjalið, þar sem að þið getið byrjað að setja inn í ef þið viljið setja ykkur markmið. Og þá ætla ég að lesa hérna, aðalmarkmiðið verða eitt með Guði og ná vaxtar takmarki Krists-fyllingar svo Guð geti nota mig ásamt öðrum á undursamlegan hátt til að leiða fjölda til trúar og lækninga með kraftaverkum táknum og undrum. Þetta aðalmarkmiðið mitt í lífinu. Og ég lifi þannig, mínu lífi þannig, ég með þannig bara hérna á samfélagsmiðlunum mínum, bara allt getur sá sem trúir. Og ég hef lifað mínu lífi þannig vegna þess að orðið segir að ég geti allt ef ég trúi því, að þá ætla ég að trúa því að ég geti orðið þetta. Að ég geti náð vaxtar takmarki Krists-fyllingar
En þá þarf maður svona aðeins að brjóta niður markmiðið. Og hérna sem þetta setja tilganginn. Ég trúi því að ég hef verið skapaður fyrir þetta. Að lofa Drottinn og lofa hann með mínu lífi og að ná vaxtartakmarki Kristfyllingar því að Biblían segir að við eigum að ná því og við eigum að stefna því. Og hver er ávinningurinn? Ávinningurinn er algjör af því að komast á þennan stað því það segir í opnunarbókinni eftir hverja kirkjuöld og ég trúi því að við séum á síðustu kirkjuöldinni Laodíkeu og þar segir í lokin þannig sigrar. Það eru verðlaunin fyrir það að maður klári sem sagt lífið vel. Og þar segir, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mín og þeir munu dæma ásamt Drottni byggindu jarðarinnar. Sjáu ég þannig, þetta er svona smá, svona hérna bara því að ég elska orðið, ég kafa alltaf svo djúpt að þegar Jesús kemur aftur, það er bara, þú veist, það er ekki allt búið. Við erum að fara inn í 1000 ára ríki, það er nýtt að fara að byrja. Þannig að þú veist, það er svo margt djúpt þarna, það er bara skautu svona aðeins inn í, því ég elska þetta. Herðu hindranir. Hver eru hindranir af þessu aðalmarkmiði mínu? Hindranir er það að djöfullinn stendur sem öskrandi ljón og hann reynir að gera allt til þess að hindra mig í að ná þessu markmiði mínu. Það er baráttan sem við öll eigum í. Ef við erum búin að setja okkur markmið að vera eitt með Guði og þjóna honum til þess að hjálpa öðrum og vera innblástur fyrir aðra, að þá er djöfullinn brjálaður og hann reynir að gera allt sem hann getur til þess að koma og eyðileggja það sem við erum að gera. En hann er sigraður, hann er tannlaus og ef ég er í Guði þá hefur hann ekkert vald yfir mér. Ef hann hefði eitthvað vald, þá væri hann löngu búinn að drepa mig. En hann hefur ekki vald ef við erum undir vernd Guðs og við erum í Guði. Það er bara þegar við byrjum að hlusta á hann og hlusta á legarnar hans og við byrjum að fara með honum að þá lendum við í vandræðum. Þannig að það eru hindranir og hann mun nota hvað sem er. Hann mun nota fólki í kringum okkur. Hann mun nota ótta, hann mun nota okkar veikleika, hann mun reyna að koma í veikleika í hold okkar, hann mun reyna að gera hvað sem er til þess að reyna að stoppa okkur. Og þá þarf maður svona að byrja að reyna að greina það, hvar eru mínir veikleikar, hvað hefur hann notað áður og passa okkur þar. Og síðan er ég með lykilskref, þetta er alveg ítarlegt skjal, þannig að það er og ég er búinn að fylla út í það og ég skrifi þetta þarna í þessari grein. Lykilskref hjá mér til þess að ná þessu markmiði er að biðja og lesa, fara snemma að sofa, vakna snemma, það er mín rútína. Ég fer yfirleitt að sofa svona 9 á kvöldin, milli 9 og 10, nema þegar ég er hér og þá fer ég seinna að sofa og þá er ég þreyttari á morgnana. En ég reyna að vakna alltaf svona milli 5 og 6 á morgnana. Því þá hef ég alveg góðan tíma til þess að biðja, lesa, áður en dagurinn byrjar. Og áður en ég þarf að fara að vinna mína, sem sagt fara að gera það sem ég geri. Gera á köllun mína og útvalningu vissa, það er sem ég var að lesa áðan. Og ég veit hver köllun mín er, en ég hef ekki alltaf gengið í henni. Og við vitum, kannski eru margir þetta sem vita hvað eru kallaðir til. Sumir eru kallaðir að vera í tónlist, aðrir eru að vera að biðja, sumir að tala, aðrir eru að kenna, sumir að predika, aðrir eru trúboðar. En Biblían segir okkur að gera köllun okkar og útvalningu vissa. Hvernig gerum við það? Jú, með því að vera að biðja, leita Guðs. Ef við vitum ekki, Drottinn mér sýndu mig hvað ég á að gera. Og síðan er það bara þannig að þetta kemur einhvern veginn. Þú veist, hjá mér til dæmis bara í dag, að vera, undirbúa mig fyrir þetta. Þú veist, það er bara alltaf að koma vess og það er alltaf að koma eitthvað sem Guð er bara að koma með til mín. Og Guð er að, ég les orðið og þá er alltaf eitthvað að koma til mín. Og þá bara veit ég það, ég hlýta ég að vera að gera þetta. Sem sagt síðan meta rétt hvað Drottni þóknast og losa mig við það úr lífi mínu sem er ekki samkvæmt orði hans. Vinna markvisst að undirmarkmiðunum og það eru þá ætla ég að fara í undirmarkmiðin, fara á samkomur og þjóna, mæta á heimahópinn, kenna, boða fagnaðarerindið, keppast eftir kærleikanum, helgun og auðmýkt. Þarna er ég búinn að brjóta niður, þarna allt í einu fyrir að vera svona pínu auðveldara að skilja, þetta er það sem ég vil stefnað og þetta er það sem ég þarf að gera. Og síðan getur maður alltaf verið að fara aftur og skoða, er ég on track, er ég að gera það sem ég þarf að gera til þess að vera að ná þessu markmiði, þessu aðalmarkmiði. Síðan er ég með, allt og lengi, en síðan er þetta með undirmarkmið.
undirmarkmið nummer 1 hjá mér heilsa, mataræði. Vegna þess að ég veit það, ef að ég hugsa vel sjálfa mig og í góðu formi, þá get ég hlaupið hvert sem með honum. Ef hann sendir mig eða kallar mig, ef að ég að borða rétt og ég að fara að sofa á góðum tíma á kvöldinu og vakna snemma og ég að gera þess aðalmarkmiðið mitt, að þá hjálpar þetta mér við það. Og þetta bara gott fyrir mig. Þannig að ég búin að setja mér undirmarkmið að æfa reglulega og núna ég að hlaupa mikið, klifra fjöll og crossfit og alls konar, af því að það heldur mig bara í góðu formi og það hjálpar mig líka ef ég í góðu formi, þá ég að borða hollara, þá líður mig betur og þá ég glaðari og þá ég betra ljóst fyrir hann. Þannig að þetta helst allt í hendur, allir þessi litlu hlutir. Og síðan ég með undirmarkmið 2 og það að vera bara betri faðir, eða besta útgáfan af sjálfum mig fyrir börnin mín, fyrirmynd fyrir þau, að vera að geta verið ljósinn í þeirra líf, kennt þeim Guð, beðið með þeim, sungi fyrir þau og þannig að þau, þegar þau einhvern tíma lendi í einhverju lífinu, að þau viti hvert þau að leita. Og þetta bara hluti af okkar skildum sem foreldrar, þeir sem eiga börn, að það að reyna að gera okkar besta í þessu. Því að akkurat aftur, ef ég stend mig ekki vel í þessu undirmarkmiði, þá nagar það mig að innan. Það lætur mér líða illa. Og þá ég ekki besta ljósið og besta útgáfan af sjálfum mér til þess að geta verið ljós fyrir hann hvar sem ég Þannig að þessi undirmarkmið finnst mér, fyrir mig persónulega allavega, að haldast öll í hendur og hafa hjálpað mér gríðarlega mikið. Síðan ég með undirmarkmið 3 sem reynda búin að breytast. Og undirmarkmið 3 hjá mér var að borga allar skuldir. Ég vildi bara vera algjörlega skuldlaus og þetta var svona dálítið að hafa áhrif á mig. Ég var alltaf einhvern veginn að vinna markvisst að þessu, en síðan breyttist þetta undirmarkmið. Því að ég bara gaf Guði þetta. Og ég bara hef ekki áhyggjur af fjármálum. Ég bara, þótt að það þurfa að borga hver mánaðamót, hann reddar þetta alltaf. Hann sér alltaf fyrir þessu, þannig að ég hætti bara að pæla í peningum bara yfir höfuð og ég bara nenni ekki að hugsa það. Hugsa bara hinn markmiðin og hann sér fyrir hinu, því hann segir í orðinu, ef við leitum hans ríkis og réttlætis fyrst, þá mun okkur allt annað veitast auki. Og þetta bara virkar. Og síðan var ég með annað undirmarkmið hérna fyrir mig, þetta allt sem ég setti upp í byrjun ás, ég var bara að skrifa þetta upp í byrjun af þessu ári. Og undirmarkmið 4, að það segir hérna, verða góður á gítar. Ég get nú ekki sagt ég sé góður á gítar, en ég samt get spilað á gítar í dag. Af því ég búin að æfa mig nánast okkur með einasta degi allt þetta ár. Af því ég skrifaði það niður. Og ég búin að læra einhver 8-9 lofgjörðarlögu utan af. Og þetta bara blessa mig rosalega mikið. Ég geta vaknað á mótnana og lofa Guð á gítarinn, finn fyrir að nervina sé komin, þá fer ég að biðja, þegar ég búin að biðja, þá fer ég að lesa í orðinu. Þetta bara gaf mínu trúarlífi mikið og þessi litlu hlutir, eins og við erum að tala Bryndísunni, byrja að gera einn hlut í einu, eða þessar réttu hluti, hægt og rólega, og maður bara vinnur markvisst að því, þá getur maður bara hvað sem Bara allt getur sá sem trúir og ég trú bara, ég get lært á gítar, þannig að ég ætla bara að byrja að æfa mig á hverjum degi, ég með eitthvað gripað og ég get fundið hvernig þið eru og bara æfa sig í því. Þannig að það ekkert sem neitt inni, það ekkert sem þið getið ekki gert ef þið trúið því. En maður verður að trúa því. Ef við trúum því og vinnum markvisst að því, þá getum við það. Þetta setti ég í byrjun ás og ég veit ekki hvort ég farið þetta. Já, ok, ég ætla að fara aðeins inn í þetta. Talandum aftur þarna sem ég byrjaði á að segja. Ef við höfum ekki sýn, þá erum við bara að fara eitthvað stefnulaust. Og Páll var öllum allt, segir einum stað. Og ég trúi líka að Guð stýri gangi okkar og ég trúi því að hann leiðir mig. Af því að ég treysti honum og ég bið á hverjum degi og ég reyna að gera mitt besta. En ég veit ekki hvort ég farið í þetta. Halleluja, drottin. Já, ok, ég ætla að reyna að fara í þetta.
Ég er bara að segja þetta til þess að reyna að vera innblástur. Ég er ekki að reyna að segja þetta til þess að því að ég er eitthvað frábær. Bara alls ekki. En ég setti mig markmið, ég er búin að vera að hlaupa mjög mikið. Ég bara fór einhvern veginn bara rosalega mikið inn í hlaup og að klifra fjöll og eitthvað. Og ég setti mig markmið fyrir 1,5 mánuði síðan. Og þetta var bara eitt erfiðasta markmið sem ég nokkuð tímann tekist á við. Og ég ákvað það að ég ætlaði að reyna að hlaupa 10 kílómetra undir 40 mínútum. Og ég prófaði að fara út að hlaupa og ég var 46 mínútur og eitthvað. Síðan hljóp ég aftur, náði að vera aðeins fljótari. En á 1,5 mánuði, núna náði ég þessu markmiði að ná að hlaupa undir 40 mínútum sem var bara ógeðslega erfitt. Og þetta kemur inn á það að ég er að reyna að vera innblástur eins og samfélagsmiðlum til þess að reyna að laða fólk að Kristi. Síðan er ég að reyna að koma með einhverja hluti. Þetta er það sem fólk finnst gaman. Þú veist, ef einhver er að gera eitthvað sem nær árangri eða hvað sem það er, fólk laðast það svoleiðis. Og þá hefur maður tækifæri til þess að vera ljós fyrir Krist. Og síðan setti ég núna 1 árs, 2 ára og 5 ára plan bara núna fyrir stuttu. Og þau svona dálítið snúa að þessu, en sem getur vel verið að Guð breyti því. En ég allavega er búin að setja mér plan núna á þessu ári að klifra einhver 2 fjöll út í heimi. Og það sem ég er að hugsa með því er að geta farið á svona fjöll sem er hæsta fjallið í Evrópu og síðan er ég búin að borga staðfestingargjaldi á annað fjall, að geta tekið upp efni þegar þú ert eitthvað svona, því þetta er það sem allir þessir áhrifavaldar að gera. Þeir eru að taka upp rosalega flott efni einhvers staðar upp á einhverju fjöllum og eitthvað. Og þeir fá 1000 fylgjenda. Það eru rosalega margir með áhuga á þessu, tók ég eftir. Og það er bara 1000 sem elska að horfa á þetta. Og af hverju, ef þetta er að virka og allir vilja horfa á þetta, af hverju ekki að gera þá eitthvað svoleiðis og tala sér Jesú. Og geta síðan verið að sýna, það er frábært að gera þessa hluti, en það er ennþá betra því að Jesús er með mér. Og þetta er það sem 2 bræður mínir í Alabama sem ég fer stundum á heimsæki kirkju þar. Og við erum búin að vera að ræða þessa hluti. Þeir eru, ég er með auglýsingastofu, þannig að ég er búin að trúi því að það sé eitthvað sem Guð leiddi mig inn í á sínum tíma til þess að læra hanna, af því að að búa til flott efni til þess að bera út fagnaðarerindi, og þeir eru að læra vídeóvinnslu. Og það sem við erum að reyna að gera og mér langar að gera er að koma með svona nýja nálgun. Þegar ég var fyrir mörgum árum að taka upp eitthvað efni, fyrir sjónvarpið, Omega, þá satt maður kannski klukkutíma og var að tala um Biblíunni. Athygli hjá fólki er ekki þar lengur, trúi ég. Jú, það er auðvitað gott að ef þú ert með eitthvað áhugavert efni að þú laða fólkið inn, en ég trúi því að það sé einmitt þarna og ég trúi því að Guð sé að leggja það á mig, og þess vegna er ég bara einhvern veginn búin að allt í einu komin inn í þetta munstur og bara að gera eitthvað svona allt öðruvísi hluti heldur en ég er vanur að gera. Þannig að ég ætla að gera þetta nema Guð leiði eitthvað annað, og síðan er ég með 2 ára plan, það er dálítið svona bara persónulegt fyrir mig, og síðan er ég með 5 ára plan. Og 5 ára planið er, alltaf kemur þetta, viti hvernig aðalmarkmiðið var, hvað þetta byrjaði, og 5 ára planið er það að verði fullkomni vilji Guðs með mitt líf. Og að ég geti þjóna honum hvar sem er, jafnvel út í heimi. Fekk nú orð til dæmis daginn sem var áhugavert, en það bara að hann leiði mig og ég sé í hans fullkomna vilja. Því að ég veit það að þar er ég öruggur, þar er ég undir vernd, og þar er hann með mér. Þannig að ég vona að þetta hafi við ykkur innblástur og ég hvet ykkur, ef þið viljið setja ykkur markmið, þá getið þið farið inn á síðuna mína Ljósið myrkri, undir greinar og fundið guðleg markmið. Þar er þetta sækja skjal, þið getið byrjað að fylla út í. Og þá leiðum maður líka sess bara niður og hugsaði, hvað vill ég gera? Drottinn minn, sýndu mig hvað ég á að gera. Hvað er það sem þú vilt að ég geri? Og þá bara kannski byrjar hann að sýna þér það. Og þá bara byrjar þú að setja það niður og þá bara allt í einu bara komið sýn. Og þá byrjar að stefna því. Og þegar þú komið eitthvað að stefnað, að þá hefur bara óvinurinn rosalega lítið vald þess að fella þig.
þá bara voðalega lítið sem hann eitthvað að reyna að býta, því að nú ég búin að setja mig mögnuð markmið næstu 5 árin og ég bara stefna markvist af þeim og ég ætla ekki að láta hann koma eitthvað koma sem að eyðileggur það fyrir mér, að því ég kom með sýnina. Þannig að ég vona að þetta hafi verið einhver innblástur og þetta hafi verið svona aðeins öðruvísi heldur en kannski ég hef oft verið með áður, en ég trúi þetta sé samt gott fyrir okkur. Þetta hefur verið mér mikil blessun og þetta hefur verið mér mikil styrkur og ég ætla bara biðja Drottinn minn að þú megi bara mæta einum á sérhverjum, þú megi bara faða mig gefa hungur eftir því að fá sýn með þér, hver og einn á að stefna. Halleluja, Faðir, í Jesú nafni. Ef það einhvern inni sem hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi, þá þetta alltaf í boði að koma fram og við biðjum með þér. Og ef einhvern vill fá fyrirbæn, þá það líka alltaf í boði að það eru fyrirbiðjendur hérna. Annars bara þakka ég fyrir mig og byggjum að blessa ykkur.